Fjölskylduferðin á Akranes. Systir mín heitir Anna og hún er 7 ára. Ég heiti Siggi og er 10 ára. Mamma og pabbi ákveða að fara með okkur í heimsókn til afa og ömmu á Akranes helgina. Við höfum ekki séð þau í marga mánuði og hlökkuðum mikið til. Þið getið rétt ímyndað ykkur hvað við vorum spennt. Eruð þið tilbúin, krakkar? Kallaði mamma úr eldhúsinu. Hún var að pakka nesti fyrir ferðalagið. Já, ég er tilbúin, svaraði ég og tók bakpoka minn. En Anna er enn að leita að bangsanum sínum. Pabbi brosti og sagði, við skulum hjálpa henni að leita. Bangsin hennar hlýtur að vera einhvers staðar. Við fundum bangsan undir rúmunni hennar Önnu. Hún var svo glöð að hún faðmaði pabba og sagði, þakka þér pabbi minn. Á leiðinni hittum við Hönnu frænku og Jón frænda sem voru líka á leið til Akranes. Þau komu með stráknum sínum Tómasi sem er jafnaldri minn og við erum bestu vinir. Frænka mín spurði, eruð þið spennt að hitta afa og ömmu? Já, við erum mjög spennt, svaraði ég. Afi ætlar að kenna mér að veiða og amma hefur örugglega bakað kleinur. Þegar við komum til Akranes beið afi út á hlaði. Hann er gamall sjómaður og hefur margar skemmtilegar sögur að segja. Amma kom út með bros á vör og faðmaði okkur öll. Velkomin börnin mín, sagði hún. Þið eru orðin svo stór. Í garðinum hjá afa og ömmu var fullt af börnum úr hverfinu að leika sér. Þar var Elsa, sem ég þekkti úr leikskólanum mínum, og Gunnar, strákur sem er frændi Tómasar. Við fórum öll að leika okkur saman. Síðar daginn kom Jóna tannlæknir í heimsókn með manninum sínum Páli, sem er lögga. Sonur þeirra Sindri er unglingur og fannst leiðilegt að vera með okkur yngri börnum. En hann brosti þegar amma gaf honum súkkulaði. Veistu, sagði afi við mig, þegar ég var ungur maður eins og þú, þá dreymdi mig að vera prins og búa í kastala. En þú varst sjómaður í staðinn, svaraði ég. Já, og ég hef aldrei séð eftir því, sagði afi og klóraði sér í hárinu. Hafið er eins og kastali, stærri en nokkur gæti ímyndað sér. Kvöldið sat fjölskyldan saman við matarborðið. Maturinn var dýrindis fiskur sem afi hafði veitt og amma hafði eldað. Pabbi sagði frá vinnunni sinni sem bakari og mamma sagði frá nýja starfinu sínu sem leikskólakennari. Kennarinn þinn Helga hringdi í mig í gær, sagði mamma við mig. Hún segir að þú sért að standa þig vel í skólanum. Ég var mjög stoltur. Anna systir mín spurði, mun ég líka standa mig vel þegar ég byrji í skólanum? Auðvitað, elskan mín, svaraði pabbi henni. Dagurinn endaði með því að amma las fyrir okkur sögu og afi sýndi okkur gamlar myndir. Þegar við fórum að sofa, sagði mamma, það er svo dýrmætt að eiga góða fjölskyldu. Og við vorum öll sammála það.